Ætti ég að sjá þetta núna inn á... Já. Ertu inn á YouTube núna? Já, ég inn á live. En það kemur bara latest. Það kemur ekki... Sko ég sá þetta á... Okay. Ég kannski inn á einhverju vitleysu. Já, það sko... Hérna... En það var ekkert hljóð þegar ég var... Getur ekki teilt þessi inn á grúppuna, Stella? Sko ef þið farið bara inn á skottafélagum og farið svo á prófælinn. Já. Ok. Sko þegar ég hitti á þetta, þá kemur það bara hér. Já. En ég er ekki með... Já, ég skil. Neti núna. Your videos... Live... Þetta er live frá mér. Pröfa... Kannski Hérna... það að fara úr svo aftur í þetta. Get shareable link. Ég heyri. Og þá fyrir ég bara inn á Facebook og deila sér inn á hópinn. Það komið hljóð. Það komið hljóð. Alveg ljómandi gott. Þá er þetta bara svona. Og þá ætla ég bara að byrja upp á nýtt. En viltu ekki stilla kameru, var ekki eitthvað ógeðslega gulur ljótur litur á þessu? Sko það er líka línurnar á skjánum. En Já. viltu sjá þetta ekki? Það er bara svolítið gul birta hérna. Já, hún er ekstra gul á myndinni. En ég ætla að byrja þessu. En ef þú tökur bara hvítbálans hérna af töflunni eða eitthvað? Þetta er svona að við sjáum til live. Já, svo við En svo það erum við alveg... Já, þá væri kannski betra að hafa aðeins minni skjá. Herri, Veitu, núna, hvað gerðist? Hvað gerðist? Það lagast, en þetta er þetta er átó. samt sko eftir á, þannig að Já, ég setti á þetta. Ég setti á þetta. Já, Já. Ok. En þá bara, þetta. Já, það er bara góðið. þið sem eruð að horfa, núna, þið látið bara svo þetta byrji hér. Ha. Þetta var ég bara að sýna ykkur hvernig fólk getur lent í vandræðum ef það kann ekki að streyma. Ha. En þá er það þannig, nú er hljóð og nú er rétt mynd og allt þetta. Hér er Insta, 360 gráður, 5 útgáfan á þessu. Og það er það sem ég ætla að tala um í dag. Það er semst Insta 360 gráður, vélinn og það sem henni fylgir. Það er sem sagt bara svona kveikjana hugmyndin að fara að tala um gervigreind og hvernig við notum hana. Við vorum að þessu hérna fyrir hádegi að tala um DaVinci og alveg heilmikið af gervigreindar featuresum þar. En þessi vél, hún er með 2 4K-linsum hérna sem hvorum megin og hún tekur upp í mjög mjög gæðum. En þetta er fyrsta vélin sem ég nota sem getur búið til pixla í upptöku. Það var þess vegna sem að ég í raun og veru keypt hana. Að hún getur, með hjálp gervigreindar, þá getur hún lýst upp dimm svæði, búið til upplýsingar þar sem ekki upplýsingar. Og þá kemur auðvitað að þeirri spurningu, sko, hvað er satt og hvað er ekki satt. Og hvað er veruleiki og hvað er ekki veruleiki. Þegar við erum farin að nota tökuvélarnar til þess að búa til eitthvað sem er ekki veruleikin en væri kannski veruleikin ef það væri meira ljós. Ég ætla aðeins að hlaupa í gegnum þetta með ykkur. Það sem er svona lykilatriði í þessu er þessi svokallagi þríþætti gervigreindar örgjafi sem eykur bæði myndgæði og hraða og þetta er tækni sem greinir myndefnið með að vera að taka upp, velur sjálfkrafa bestu stillingar fyrir upplaust, lýsing og sérn. Og ég kem betur að því setna en það er hægt að taka upp sem sagt bæði í 360 gráðum, hægt að taka upp 360 gráð kúlu með þessu og svo er hægt að nota báðar linsurnar til skiptis í venjulega vídeóupptöku.
Síðan er nauðsynlegt að maður ætla að hafa það gagna þessari vél sem maður getur, þá þarf maður að hlaða smáforrit inn í símann sem heitir Insta360 en þá tengistu vélinni og þá getur líka stýrt upptökum í gegnum símann og inn í þessu Insta360 appi eða smáforriti er síðan alveg fullt af svona leiðbeiningamyndböndum, basic tutorials, first use, frame mode og þar fyrir hvað tónum, how to activate Insta og allt þetta. Og svo eru bara eins og inn á hérna heimasíðunni, inn á síðunni hjá Insta. Heitir framleiðanda bara Insta, hver er að framleiða þetta? Já, hann heitir Insta. Það er hægt að hérna já, það er fullt af hérna það er fullt af leiðbeiningum svo sem sko en hér er til dæmis þetta sem við getum skoðað hérna á eftir en já, ef við ætlum að nota okkur það að láta hann að búa til upplýsingar við slæmbirkjuskilyrði þá verðum við að nota þetta hérna, símann, til að bæta gæðinu upptökum. Af því að hún sendir, það sem hún gerir er það að hún sendir þetta upp í ský. Þar tekur gervigreindin myndina og bætir í hana upplýsingum. Og svo er hérna sem sagt þessum upplýsingum bætt inn í tökurnar. Og það þetta er svona snertiskjár hérna og þetta er tiltölulega einfalt að stilla þetta. En þú velur pure video stillinguna til að nota gervigreindina til að bæta upplausn og draga úr suði eða noisi sem við getum kallað suð þegar tekið upp í lítilli birtu og þetta gerir okkur kleift að ná skýrum upptökum jafnvel í myrkri. Og svo er eitthvað sem heitir Active HDR eða High Dynamic Range, vinnur í rauntíma og bætir jafnvægi í litum. Þetta í raun og veru bætir litadýptina í hérna tökunum. Þannig að sko það er þetta High Dynamic Range þýðir í raun og veru mikið litadýpt þar sem þið getur bæði séð hátónana stýrt og lágtónana. Og hér er mynd af mótorhjóli að keyra í einhvers staðar í Stórborg þar sem eru ljósaskilti en líka dökkar hliðar. Þannig að þetta er krefjandi umhverfi og þú nærð svona alla jafn ekki svona mynd. Síðan er ákveðin snildi í þessu líka að þú getur tekið upp bæði 360 gráðu vídeó og venjulegt vídeó í einu. Það er að segja að þú getur tekið upp sýndarveruleikavídeó og svo getur líka tekið á fremri linsuna getur tekið svona venjulegt vídeó og svo getur þú valið hvort þú notar. Á sama hátt, ég fer bara tilbaka, kona þarna á hestbaki, hún getur valið á milli þess að nota linsuna sem snýr að sér, tala og svo getur hún ýtt á eina skipun hérna á skjánum og þá notar hún fremri linsuna. Þannig í raun og veru er eins og hún sé með tvær vélar. Svo er náttúrulega sko innbyggð hristivörn sem byggir á gervigreind líka í þessu sem er mjög góð. Þannig að hérna, þetta er svona eins og að vera með tvær
vélar og ég prófaði að nota hana þannig og hún alveg þrælvirkar þannig. Svo getum við tengt þetta við símann og nota þetta í beinu streymi líka. Við komum aftur að þeirri spurningu sem við varum að tala um áðan, þegar við farin að fikta svona við raunveruleikann og hvað er raunverulegt og hvað er ekki raunverulegt. Hérna er til dæmis innbyggður fítus að eyða sjálfustönginni, sjálfkrafa, og þá símanum líka. Þannig að það sést ekki hvorki stönginni síminn, en samt eru þau þarna. Þannig að sko, það er á sama hátt hægt að fjarlægja óæskilega hluti í eftirvinnslunni, sjálfkrafa, en þetta er mjög þægilegt og þú þarft ekki að fara að eyða tíma í það að í 360 gráðu vídeó við gerum þetta alltaf eftir á. Þú vilt ekki sjá myndavélina inn í kúlunni, sko, eða þrífót. Og svo er hérna voice isolation eða gervigreind sem hreinsar og bætir hljóðið í upptöku og líka í eftirvinnslu. Og það er ótrúlega góður vindfilter á þessu, stafrænn. Og síðan þegar þú ert búinn að taka upp, og ég var að prófa það að taka upp hérna í stop motion myndir með nemendum. Og svo ætlaði að fara að nota þessar myndir og þá var ekkert forrit sem gat notað þær eða lesið þær. Og þá þurftum við að hlaða inn Insta360 stúdíóforritinu og þar setjum við allar myndirnar og þar getum við breytt JPEG eða TIFF eða hvað það er sem við notum til þess að geta unnið með þær áfram í öðru klippiforriti. En nota bene í þessu ferli er þá Insta að fá í raun og veru aðgang af öllu myndtorninu, öllu efninu þínu. Og þessi myndavél, hún kostar 100 kall, hún er búin til fyrir content creators eða digital creators og er þess vegna fjöldaframleiðsluvara. En business hugmyndin á bakvið þetta er náttúrulega að ná í efni til að vinna úr stóran upplýsingabanka. Það er það sem býr til peningana í þessu. Svo er hérna eitthvað sem heitir ShotLab. Þar má finna verkefni til að framkvæma sjálfvirka sjálfvirka klippingu, tímaval og alls konar effekta. Og þetta er hugsað í raun og veru fyrir samfélagsmiðla eins og þessi vél er meira og minna. Hins vegar er verkefni sem ég var að vinna á hana að taka upp heilt safn ljósmyndir. Hún tekur upp í 72 megapixla ljósmyndir og ég gat sparað mér gríðarlega vinnu með því að geta tekið upp í myrkri eða svona mjög slæmum birtustílurum. Inn í forritinu má taka upp hérna með Magic Remove má hérna eyða upptökum sem eru eða eyða óæskilegum hlutum eða einstaklingum út úr myndum og myndböndum á þess að röskunni sjáist á bakgrunni. Þarna værum við til dæmis, þarna myndum við vilja eyða skuggunum út. Og svo er þetta AI Super Resolution sem eykur stjerpu og pixla upplausn bæði á myndum og myndböndum og breytir gæðum upprunalega efnisins í meiri gæði. Sama og við vorum að sjá eða tala um í DaVinci Resolve. Þannig að það sem okkur fannst vera bara fjarlægur draumur fyrir nokkrum árum að það væri hægt að gera eitthvað við drastlmyndir eða myndir með litlum upplýsingum, það er bara ekki rétt lengur, það er hægt að gera alveg heilmikið, það er hægt að laga gamlar myndir og nú hérna, verður gaman að sjá hvernig við fara með gamalt efni sem er í lélegum gæðum, hvort það er hægt að ná því alveg upp í 4K gæði eða meira jável. Síðan
þess að myndist á áðan þá þarf að senda tökurnar upp í skýið. Þess vegna þarf maður að vera nettengdur þegar maður er að taka upp í gegnum símann. En þau bjóða okkur upp á notendunum að við getum fengið alltaf 2 terabæta pláss í skýinu fyrir myndir og myndbönd, sem nú nokkuð gott með við svona skýjalausnir. Við þurfum ekkert að borga fyrir þetta. Þeir eru að bjóða upp á skýjatengdar lausnir sem gera vinnslu, deilingu og geymslu myndefnisins sveigjanlega og aðgengilega, og þetta er bæði 360 gráðu efni og venjulegt efni. Og þeir geta tengt Insta360 Studio við Insta360 Plus, sem er nafnið á þessari skýjatengdu geymslu. Og hérna er svona helstu atriðin í því. Það er hægt að senda efni úr myndavél beint á skýið til varðveislu, og þú getur gert það á myndinni hérna, þú getur gert það bæði í gegnum snúrutengdana. Þú getur líka gert það með þráðlausu. Og þá erum við að tala um Wi-Fi, ekki Bluetooth. Síðan er skýjaklipping. Þetta væri gaman að prófa. Það er hægt að vinna og breyta efni beint í gegnum skýjaþjónustuna með samþættu vinnsluferli, og þetta getur verið mjög hentugt ef notandi vil til dæmis vinna með öðrum í einhverju verkefni. Þá er hægt að vinna það inn í skýinu, og eins ef maður er að taka upp á fleiri en eitt tæki. Og svo er líkt og í til dæmis Jólife-græjunni sem er að streyma þessu, þá er einfalt að deila fullunnu efni eða verkefnum beint úr stúdíóforritinu yfir á skýið og þaðan á samfélagsmiðla, vefsíður eða samstarfsaðila. Svo er síðasta sem ég ætla að minnast á, sem er dálítið sniðugt líka. Það eru skýjafrásagnir og sýningar, en í þessu Insta360 Plus má birta valin vídeó eða myndir á sérsniðum veitum, til dæmis fyrir sýningar, fyrir heimasíður eða í gegnum QR-kóða. Þarna getið þið tekið þið getur vistað myndband með QR-kóða, þið getur bara sendt kóðan og þið getur sótt þeir sem vilja, ef þetta væri til dæmis kennsluefni eða eitthvað slíkt. Og sömuleiðis er þetta alveg gráupplagt fyrir sýningar. Og það sem ég gerði, ég keypti forrit til að setja upp stafrænar sýningar fyrir sýndarveruleika gleraugu. Þannig að við búum til rými og þú lappar inn í forstofuna eða fyrstu bygginguna, og svo setur punktinn á dyrnar inn í næsta herbergi og svo er það komin á það. Þannig að það er margt mjög sniðugt í þessu, og alveg ótrúlegt hvað gervigreindin er að létta okkur lífið. Ég get sagt okkur að á sínum tíma, þegar við byrjuðum 2015 að búa til sýndarveruleikaefni, þá vorum við með þessa vél og reyndar vorum við með 5 stykki, og við vorum svo með þessa linsu sem er 8-15 mm. Hún er þessi linsa er 180 gráðu linsa, reyndar með smá zoom, en hún án zoom er hún 8 mm og svakalega ljósnæmi. Við vorum með 5 svona linsur og 5 vélar í riggi og tókum allan hringinn, og svo var farið með þetta inn í Photoshop, og þetta var unnið dögum og vikum saman. Já, það er ná, já. Já, og hver vél kostaði þá eitthvað, rúmlega 200.000 kall,
Linsan kostaði 180.000 hver linsa. Við vorum kannski með rigg upp á næstu í 2,5 milljón. Þannig að sko, gervigreindin í þessu tilfelli er að leysa mjög algeng vandamál sem við vorum að glíma við og höfum verið að glíma við. Og sum þessara vandamála gátum við meira ekki leyst. Og allt er þetta út af þessum tækniframförum sem byggja á gervigreind. Og niðurstaðan er svo það að vera að spara okkur mjög mikla vinnu, kostnað og fyrirhöfn. En á móti kemur að við erum alveg verið að klára því að einhvers staðar verður að finna leið til að borga fyrir þetta og það er með því að deila upplýsingum. Við erum í raun og veru að fæða gervigreindina. Og mér finnst allt í lagi í sjálfu sér sko. En fólk verður bara að vera meðvitað það og hafa skoðanir á þessu. En hérna er ég inn á heimasíðu Insta og það er mjög skemmtilegt hérna. Þetta heitir insta360.com og svo er produkt Insta360 X5. Hérna er sem sagt verið að tala örgjafan. Dynamic range er 13,5 stopp og sensorinn er töluvert stærri. Hérna tala 360 gráðu vídeóinn. Hérna sjáum við þennan fítus að auka eða AI Dynamic Range. Hvernig hún í raun og veru lýsir algjörlega upp myndina. Nei, þetta er Pure Video fítusinn. Það er hægt að skipta linsur á þessu sem er mjög gott af því að við náttúrulega, ef við skemmum linsu þá getum við ekki notað vélina. Ég er nú þegar búinn að kaupa 1 sett af linsum á hana. Svo er þetta bara alveg þrælsniðug sko, myndavél líka. Bæði fyrir vídeó og ég ætla að segja ykkur betur af því á morgun og líka sem sagt fyrir bara ljósmyndir. Taka bara ljósmyndir? Já. Og ég hef gert þó nokkuð af því að taka bara ljósmyndir. Hérna sjáum við það sem ég var að tala um. Þetta þarf að vera á linear eða sem sagt vélinn þarf að vera stillt eins og vídeóvél. Það er vissu þrengir ramman. En þú skiptir, við sjáum að þú skiptir þarna á milli linsana eins og þú sért með 2 vélar. Og það getur verið mjög sniðugt, sérstaklega þú ert að tala eitthvað inn á samfélagsmiðla vídeó. Og já, það er bara alveg magnað hvað svona lítið fyrirbrigði getur gert mikið. Og auðvitað er hægt að fara hérna með þetta held ég 10 metra undir vatnsyfirborð. Já. Svo er hérna alls konar tutorials, leiðbeiningar hvernig við nota þetta á hjólum, mótorhjólum, vatnasport og En myndu segja, er þetta fyrst og fremst svona aksjónvél? Þetta er gert sem aksjónvél en ég nota hana ekki sem aksjónvél. Ég nota hana sem 360 gráðu vél sem getur tekið upp skarpar myndir við sko, erfiðar kringumstæður, sérstaklega birtulega séð. Vegna þess að það er svo erfitt að lýsa 360 gráðu myndir. Því að þú verður að sjá það sést alltaf hvaðan ljósið kemur og ef það kemur ekki inn venjulegan glugga þá þarf það að fara að eyða út ljósinu rétt eins og vélinni og standinum og því. Þannig að sko, hún nýtist mér mjög vel sem slík og svo hef ég verið að prófa að taka upp ljósmyndavélar líka. Gætirðu sýnt okkur eitthvað myndefni frá þessari vél sem þú ert að taka? Já, það get ég gert. Ég var að sýna ykkur áðan hérna hana Freyju. Var það á þessu? Já, hún víxlaði á milli.
Á hverju var það aftur? Sýndir okkur á Da Vinci. Það var í Da Vinci, það er rétt. Hérna er hún. Þetta er bara húlskriðin. Hérna stillir maður hljóði í Da Vinci. Video in, out, ég hef þetta bara output device í, ég held ég hafi það hérna í, þessu er það ekki. Sem ég fæ að nota. Sko, hérna Freyja. Þetta er ég í skólanum. Þetta er fína stöði mín sem ég fæ að nota. Ég er svolítið að taka tíman, eða geta tíma. Þetta hérna tók 10 klukkutíma. Ég er enda með smart reframing á það þá. Klukkutíma númer 15 og ég er búin að vinna allt þetta efni hér. Og svo á ég bara eftir að vinna þessar spýtur. En ég á líka eftir að teikna áður en ég get gert þær. En ég ger ekki meira í dag. Það er dimmt úti. Það er gott hljóð í þessu líka. Já. Þannig skiptum við bara á milli. Er hún ekki með sérstakann mæk? Nei, Eða ekki? nei. Þetta er alveg mögnu vel með bara hvað hún er lítil og Já. saman þjöppuð. Gott hljóðið voru líka. Mjög gott. En þetta var það sem ég ætlaði að segja um nýtingu gervigreindar og ég teka bara fram að það mun alveg, sko, þó að þessi sé fremst meðal jafninga í dag þá eru eins og DJI, þeir elta þetta og þetta er bara það sem er að gerast í upptökum. Við sáum það bara í fyrra, það var hægt að bæta pixlum inn í mynd í eftirvinnslu, nú erum við að geta bætt pixlum inn í myndir í tökum. Þannig að við lifum á öld framfara. Þá ekki meira um þetta, en glærurnar getið þið fengið. Útsendingu lokið því sem mættu það ekki.